Sigvaldi, hvernig ætlið þið hjá lögreglunni að afgreiða ljósanóttina? Við ætlum að gera það bara eins og við höfum gert undanfarin ár. Við ætlum að vera bara mjög sýnileg. Við verðum nokkuð mörg á vaktinni bæði föstudagskvöld og laugardagskvöld og á laugardeginum. Við verðum með gönguhópa, við verðum hátt í 40 lögreglumenn á vakt á laugardagskvöldið. En svona skilaboðin okkar eru að við ætlum að vera bara mjög sýnileg. Við ætlum að vera á ferðinni, á fæti og á bílum. Við verðum með sennilega einhverja 5 gönguhópa niður í bæ á laugardagskvöldið og við ætlum að eins og segi, vera sýnileg og fá fólki bara til okkar og við ætlum við erum búin að vera að fara núna síðustu daga og heimsækja alla grunnskóla í Reykjanesbæ. Við fórum líka í Suðurnesjabæ fyrir vitadaga og tölum þar við 8., 9. og 10. bekkinga svona bara hvernig við eigum að koma fram og hvernig við eigum að hafa okkur á svona kvöldum. Við munum grípa inn í allar svona hópamyndanir og ef við sjáum ungmenni með áfengi þá verður því hellt niður. Það eru svona skilaboðin. Þið verður fjölmennur hópur, hvað, 30, 40 lögreglumenn? Við verðum við erum 20 lögreglumenn á föstudagskvöldið, 40 í heildina á laugardagskvöldið. Þannig að þið munum ekkert losna við okkur og við förum ekkert fram hjá okkur alla helgina. Við munum líka koma og heimsækja þessa viðburði eins og í Holtálum heima og tónleikana og þetta allt saman og jafnvel að einhverjir kíkja á kvennakvöldi í kvöld. Og samfélagslögreglan, það sem hefur kannski verið að fókusa á unga fólkið, eruð alveg þar? Já, og það svona svolítið nýtt hjá okkur sem er búið að reynast alveg gríðarlega vel og við erum með gríðarlega áhugasama lögreglumenn sem taka þátt í þessu verkefni og þau til dæmis fóru í alla skóla hér á svæðinu í gær og töluðu við krakkana ásamt starfsfólki flotans og fjöruma. Þetta ofboðslega skemmtilegt verkefni og við erum á öllum samfélagsmiðlum og við erum búin að vera að fara vítt og breitt bara bæinn að tala við alla og eins og ég segi, við ætlum að hafa gaman á ljósanótt og skorum á alla og hvetjum alla til þess að hafa gaman. Hvað þetta margar að kleinurhringja helgi? Ég ætla að reyna, ég var enda til í svona einhverja kleinurhringja áskorun helgina en ég tæki alveg ísel í 12 Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is